Já, hæ, ég heiti Guðbjörg og ég nýsköpun í Kristi. Vá, Guð svo ótrúlega góður eitthvað. Ég eitthvað svo uppfull af honum eitthvað. Ég alveg þvílíkt meir í dag eitthvað. En ég veit ekki, ég ætla að segja svona bara stutt frá því hvaðan ég að koma. Ég frelsast sem sagt 99 og í kirkju og alveg svona á fullu og alveg bara uppfull af Guði og þvílíkt trúföst og bara, já, þú veist, ég lifði einhvern veginn fyrir þetta gaf mér ótrúlega mikið og þetta hélt mér alveg frá því að, þú veist, ég byrjaði að drekka á sama tíma og stelpurnar sem ég var alltaf með en þegar ég á 15 ára þá einhvern veginn fór ég bara, þú veist, í einhverja uppreisn og fór í fíl út í kirkjuna og fíl út í Guð og fór með látum og ég fer sem sagt út í neyslu og fer bara djúpt inn í myrkrið og það svo ótrúlega vont einhvern veginn að fara út og þú veist vera með Guð í hjartanu og einhvern veginn allan tíman þú veist þá fann ég Guð banka en ég reyndi alltaf að hunsa hann. Ég var að tala við einn vinn minn í gær sem var með mér í rugli og við vorum að ræða þetta þú veist þegar við kynnumst á fylliríi þá endum við sem sagt inn á klósetti að tala um Guð. Og þú veist, þetta eitthvað svo fyndið af því að nú hann með mér í dag og það hann Sammi, alveg yndislegur. Og þú veist, í dag einhvern veginn erum við, þú veist, að fá að lofa Guð saman og einhvern veginn að tengjast saman í trúnni sem svo ótrúlega magnað. En ég veit ekki, ég var komin á alveg ótrúlega svartan stað og var einhvern veginn bara alltaf uppfull af ótta og leið alveg ömurlega og það skrýtna við þetta var að, þú veist, ég vissi nákvæmlega hvað ég þyrfti að gera til þess að komast upp úr þessu en samt einhvern veginn var ég ekki tilbúin að einhvern veginn auðmýkja sjálfa mig og hrópa á Guð og ég barðist bara lengi við þetta og þangað til ég bara gat ekki meir og ég var orðin edrú þegar að ég gefst upp algjörlega og ég fór bara niður á hnén og ég bara öskraði á Guð og bað hann bara að koma og mæta mér og hann gerði það svo sannarlega. Hann búinn að breyta lífið mínu svo ótrúlega mikið í dag. Ég hef fengið að vera edrú í 5 ár, núna 9. september. Takk. Og vá, þú veist, ég kom tilbaka þegar ég var búinn að vera edrú í ár og ég settist niður daginn og var að hugsa tímann sem ég búinn að vera edrú. Og þú veist, ég einhvern veginn get ekki trúað því hvað búið að gerast mikið í lífi mínu og það einhvern veginn bara vegna þess að þú veist, ég fór einn daginn á hnén og ég bað Guð að mæta mér og hann gerði það svo sannarlega og ég fór úr myrkrinu og ég fór inn í ljósið. Þannig að þú veist, það skiptir ekki máli hvað í gangi í lífinu hjá okkur einhvern veginn. Þú veist, hversu svart það að Guð alltaf þarna og hann alltaf tilbúinn að taka mót okkur ef við réttum fram höndina. Þannig að þú veist, ef það eitthvað sem þú ert að gangi í gegnum inni, eitthvað svart eða hvað sem þú veist, prófa að rétta fram höndina og biðja Guð að mæta þér vegna þess að hann mun ekki bara, nei, ég ætla ekki að gera það. Þú veist, við erum öll jöfn frammi fyrir honum og hann elskar okkur öll ótrúlega mikið. Þú veist, hann elskar engan meir en einhvern annan. Þú veist, við erum einhvern veginn öll augasteinninn hans og þú veist, ef þú bara gefur þig bara Guði á vald að þá mun hann mæta þér svo margfalt tilbaka og hann mun gefa þér svo nýtt líf og eins og ég segi, þú veist, ég nýsköpun í Kristi á hverjum einasta morgni þegar ég vakna og fer á hnén og bið Guð að koma með mér inn í daginn og í dag einhvern veginn, þú veist hann ég var einhvern veginn, hafði engin samskipti við foreldra mína allan tíman sem ég var í neyslu og í dag einhvern veginn hef ég fengið það allt tilbaka og í dag eru foreldrar mínir bara mínir bestu vinir og við erum rosalega náin og það bara svo mikið, þú veist, ég fæ að vera einhvern veginn full af kærleika og ég fæ að elska og nákvæmlega þetta, að elska fólk til lífs og þú veist, ég þekki örugglega ekki helminginn inni en þú veist, ég einhvern veginn horfi á fólkið og ég elska það samt, þú veist, og þetta það sem að Guð gefur manni, hann gefur þessa elsku og þennan kærleika og það bara svo ótrúlega magnað að fá fylgjónum og þú veist, ég tími ekki að sleppa þessu fyrir neitt, bara ekki neitt og ég vona bara að ég verði ótrúlega dugleg það sem eftir til þess að mæta honum inn í eilíðinni
Og ég hvet þig til að gera það sama, þú veist, réttu fram höndina og gefðu Guði séns vegna þess að það ekkert of stórt eða of lítið fyrir Guð og hann tilbúinn að taka á móti þér. Amen. Amen. Takk systir, yndisleg, stórkostleg.